Austur Þjóðverjar hefja leikinn. Veðrið eins gott og áverður kosið. Völlurinn hefur náð sér ótrúlega eftir næturfrost í maí. Hér kemst Elmar Geirsson. Missir nöttina viss úturinn, þá það Guðgeir Leifsson sem tekur eitt af sínu frægu innköstum alveg inn í markið ef til vill hjá andstæðingunum. Íslendingarnir leika hér undan svolítilli holu. Jú, það inn til Marteins. Ólaf Júliusson og Jóhannes Einarsson með glæsilega hjólhestaspyrnu. Alveg sjaldgæft að sjá svona mark skorað. Guðgeir Leifsson með frábært innkast og síðan var boltar nikkað til Ólafs Júliussonar. Hann sá sér leik á korti að koma honum með kollbyrnu til Jóhannesar Einarsson sem snýr að vísi bakinn í mark en Jóhannes lét það ekki á sig fá. Hann skoraði alveg sjaldgæflega skemmtilegt fallegt mark. 1-0 fyrir Íslendinga. Aðeins tæpar 10 mínútur liðnar af leiknum. Hann skoraði alveg sjaldgæflega skemmtilegt fallegt mark. 1-0 fyrir Íslendinga. Aðeins tæpar 10 mínútur liðnar af leiknum. Ingast alveg inn í teginn og Jóhannes Einarsson enn í dauðafæri. Þetta mun að mista að skoraði annað markið. Völlurinn þétt setinn. Og hér mun að minnstu að tækist að skalla í mark. Vindur hjálpaði þarna til. Hornspyrna sem Austur Þjóðverjar fá. Þeir eru nú heldur að færast í aukana eftir mjög lélega byrjun. Gísli Torfason rétt fær að lyfta honum, nær að lyfta boltanum yfir. Frammistaðan gegn Austur Þjóðverjum svo sannarlega eftirtektarverð. Það eins og að Austur Þjóðverjar kalli fram það allt besta sem til íslenskum knattspyrnumönnum. Það sannaði leikurinn í fyrra, hér Ásgeir Sigurvinsson með boltann. Þetta sér hann Elmar Geirsson sendir mjög fallega sendingu til Elmars sem auðum sjó. Og Elmar að komast í færi. Horfum við hrind, en það byrjur að löglega hrinding þetta að sjá. Og utan vítateiks, en áhorfendur ekki ánægði með þetta.
Sigurður Dagsson á síðasta orðið. Íslenska vörnin mjög samhent og lætur Þjóðverjinn ekki komast upp með neitt, en þeir komu hingað svo sannarlega ákveðnir í að hefna fyrir ófærarnir í fyrra þegar þeir... Hér Ásgeir Sigurðsson skorar annað markið, mjög glæsilegt hjá Ásgeiri. Fékk hann langa sendingu handaleið frá íslenska vítateignum. Ásgeir var ekkert í neinum vandræðum með þessa sendingu, stytti skrefin meistaralega á réttu augnabliki og þrumaði síðan boltanum í netið. 2-0 og áhorfendur trúa ekki einu sinni markatölunni. Slíkt höfum við aldrei séð áður. Austur-Þjóðverjar. Heimsmeistarana Vestur-Þjóðverja og náðu mjög langt í keppninni og frammistaða Íslendinga gegn þessari einni af sterkustu knattspyrnuþjóðum Evrópu. Svo sannarlega athyglisverð og hér Jóhannes með sendingu þarna Elmar Skeiðsson sem á auðum sjó. Svipuðu færi og Ásgeir áður en hann missir boltann aðeins og langt frá sér. En þetta var stórhættulegt færi. Eftir sem lengra líður á leikinn verða menn meira undrandi hvernig á þessu geti staðið að Íslendingar eiga fleiri færi og öllu meira í leiknum. Hér hættulegt en Sigurður Dagsson alveg á réttum stað og gómar knöttinn örugglega. Hvað þetta annað dynja íslensku sóknarlóturnar á austur-þýska markinu og hér skemmtileg skot hjá Guðgeiri Leifssyni sem næstum því hafði farið. Markvörð Austur-Þjóðverja sem þó talinn einn besti markvörður Evrópu. Síðara hálfleikur, staðan 2-0 fyrir Ísland og fæstir eiga nú von á því að Íslendingum takist að berjast á móti vindinum. Samt það strax sókn hjá Íslendingum í upphafi hálfleiksins. Ásgeir Sigurðsson með þrumuskot en vindurinn ekki alveg hliðhollur. Það myndast hér fágæt stemning á áhorfendapöllum og í stúkunni. Sigurður Dagsson. Menn bíða með öndin í hálsinum eftir því að þið frækna lið Austur-Þjóðverja jafni nú metinn. Nú eru þeir farnir að sækja öllu meira undan vindinum.
Jóhannes Evaldsson með hjólreiðaspyrnu frá. En það er erfitt að koma boltanum núna burtu. Fyrstu þjóðverðarnir eru farnir að pressa. Þarna vinna þeir einvígi. Og þetta dauðafæri er svo sannarlega ekki misnotað. Þetta var skot í bláhorni sem Sigurður Dagsson átti ekki minnstu möguleika á að verja undan vindinum með jörðu í bláhorni 2-1. Íslendingar hafa þó enn yfir en þetta er í upphafi síðari hálfleiks. Aðeins 3 mínútur liðnar á síðari hálfleik og nú búast flestir við að veistu Þjóðverjar taki leikinn í sínar hendur en Guðgeir Leifsson og aðrir leikmenn íslenska liðinu ekki aldrei eins og því hann er sendt fram og Teitur Þórðarsson kemst á veiðansjó og Ásgeir Sigurvinsson er engum vandræðum með að skýra um í netið frekar en fyrir daginn en það er búið að flauta og dæma brot á Teit Þórðarsson. Ásgeir Sigurvinsson kominn á veiðansjóinn og hann fer í gegnum þá alla. Nei, þeir bregða honum. Það var eina ráðið til þess að stöðva þennan snjalla knattspyrnumann. Það er aukaspyrna sem Guðgeir Leifsson tekur. Þetta er á löngu færi. Þrumuskot í Guðgeiri. Munaði þarna minnstu að mark yrði. Markvörðurinn varð að taka á öllu sínu. Samt alveg inn í tegin og Jóhannes Evaldsson með boltan og boltinn fer aftur fyrir af austurþýska leikmanninum að minnsta kosti að mati Jóhannesar sem þarna kvartar sáran við dómarann og mínúturnar líða og íslenska liðið hefur í fullu tré við Austur-Þjóðverjana sem eru farnir að sækja örvæntingu en ekkert gengur en frábæra vörn íslenska liðsins er samstillt og bægir allri hættu frá. Þetta er svo sannarlega efni fyrir íþróttafréttir sjónvarpsstöðvanna í Evrópu. Nú er því hér með slegið föstu að það er ekki lengur talað um litla Ísland í knattspyrnuheiminum. Hér eftir munu helstu knattspyrnuþjóðir Evrópu umgangast íslenska knattspyrnumenn með tilhlýðilegri virðingu. Stærsti sigur sem íslenskir knattspyrnumenn hafa unnið er að berjast hatramri baráttu í helstu knattspyrnukeppni ársins, Evrópukeppninni. Elmar Geirsson kominn inn fyrir, en skapast hægt af vestfirska markið.
ná aldrei þeim tökum á leiknum sem ættinum var. Merkilegt því að þeir eru álitnir, voru fyrirfram álitnir sigurstranglegastir í keppninni. Og hér er Gísli Torfason og bægir hættun enn einu sinni frá. Og hér er Ásgeir Sigurvinsson með sendingu, eina af sínu góðu sendingum. Og það er magnað að litla Ísland skyldi slá Austur-Þjóðverja þarna út af laginu án þessara góðu framistöðu Íslandinga í leiknum við Austur-Þjóðverja. Þá hefðu Austur-Þjóðverja sigrað í riðlinum því að þeir slógu Belgum og Frökkum alveg við í þessari erfiðu keppni. Og enn er Sigurður Dagsson réttur maður á réttum stað og vel. Álíka eins og að lið frá Svalbarða sigraði landsliðið okkar í handbolta. Og Sigurður Dagsson var þarna eins og elding á eftir boltanum sem fór rétt framhjá en sækja Íslendingarnir. Teitur Þórðarsson þarna með skalla sem hefur getað komið Þjóðverjum illa. Sama hvernig hinir frábæru gestir okkar reyna að snúa við þessum leik. Þá tekst það ekki, Íslendingarnir gefa hvergi eftir og halda sínu 2 mörk gegn 1.